Komið nú sæl og blessuð og velkomin til starfa hér, ekki? Segir ekki eitthvað staðar að það sé vinna að þjóna Guði og trúa Guð, trúa Jesú. Þannig að við erum hreinlega komin til starfa. Þegar við förum að rækta trúna okkar á hann Jesú blessaðan sem að miskunnaði nú sig yfir alla menn og opnaði leið til eilífa lífsins. Það hefur enginn annar gert. Og það getur heldur enginn annar gert nema Jesús, en hann gerði það. Þess vegna segi ég og með mér þú, ég er hólpinn. Það er notaleg hugsun fyrir fólk sem að skilur hvað máli snýst þegar orðið hólpinn er tekið inn. En því miður þá er ekki allar hólpnir og því miður trú ekki allir sannleikanum og því miður fara andafur og vonskunnar mikinn gagngert til þess að slá fólki blindu orðið hólpinn. Það segir og lýgur, því að það getur ekkert annað, að lífið sé núna, og það er alveg rétt, lífið er núna, en það endar ekki á þessum stað. Það er svo merkilegt og magnað og í raun stórkostlegt sem segir að Guð er eilífur og hann stendur við það sem hann gerir, að ég sköpun hans, í mér er partur sem lifir eilíflega. En ég veit, trúin hefur kennt mér það og ég hef sannfærst að það eru til 2 staðir eða 2 staði er að velja. Og bara annar er ríki Guðs. Hvað er þá hinn staðurinn? Ég held þú viljir ekki fara þangað. Og hver er hann? Ef þú skoðar orð Guðs, þá er talað helju. Og nú fer hrollur þinn fallega líkama. En hann er þarna til, og hann er jafn mikill sannleikur eins og ríki Guðs og himlum. Þegar við nefnum það orð, birtir aðeins yfir okkur. En þú getur komist þangað með þeirri leið að trúa og treysta Jesú. Og annað sem þarf líka að vera með í svona pakka, að þú velur ekki að koma þangað sjálfur og sjálf. Að komast inn, fá lykilinn, vegabréfið, passan, er gjöf sem þér er afhent persónulega. Og ekkert minna heldur en það. Og hver afhendi þessa stóru gjöf svo persónulega? Og aftur nefnum við nafnið Jesús. Hann gerir þetta allt. Og þetta er það sem að við, þessi predikarar og kennarar, erum að tala Við misjafnar undirtektir, við misjafn áhrif, en sumir fagna. Af hverju fagna þeir? Þeir vita og þeir skilja þetta mál til hlítar. Og eru að leggja sig fram, leggja á sig þá vinnu að skilja þetta betur fyrir hvern. Einkum og sér í lagi sjálfan sig, en einnig fólk í kring, því að sértu á þeim stað að vera kennari, þá ber þér nú talsverð skylda til að nema og fræða þig það sem þú ætlar að kenna öðrum. Og þá höfum við góða leið. Trúin hvetur okkur að orðinu og vill að við séum bundnir og fasttengdir orðinu. Við getum það. En við gerum það ekki nema vilja það. Og þó að við séum trúað fólk og þó við eigum og göngum með Jesús, þá er hver dagur
sem ég vakna inn í, dagurinn sem ég vel á. Og í morgun, þegar ég skreið fram úr, valdi ég Jesús. Hvað valdi þú? Með það kannski sem þú sofnaðir, gremjuna þína, valdur hana aftur í morgun. Þú svarar því, en sjálfur valdi ég Jesús. Og nú drögum við hring utan einstakling sem velur fyrir sig sjálfur, sem engin annar getur hlutast til vegna þess að engin veit þanga annars manns. Já, kona þín liggur þér við hlið og þú byltið þér og vaknaðir og þú tókst með sjálfum þér ákvörðunum þar sem þú ætlar að halda þér við. Ákvörðunin, sértu trúið manneskja, er Jesús. Makiðinn vissi ekkert þessa ákvörðun. Hann eða hún vissi ákvörðunina eftir að þú varst búin að segja henni og honum ákvörðunina, fyrir ekki. En Drottinn vissi frá þeim tímapunkti þegar þú valdir þessa ákvörðun þína. En við höfum munn, við höfum talanda, við höfum orð og við notum orðin okkar til að segja öðrum frá til að mynda þanga okkar. Og þá kemur fram, ég valdi Jesú í dag. Og kannski ert þú ekki manneskjan sem valdir Jesú í dag, en það er næsta víst að eitthvað valdur þú. Hvað var það? Áframhaldandi eitthvað sem þér í raun líkar ekki við? Eða tókstu annan pól í hæðinni að þessu sinni og sagðir, ég ætla víst að þjóna Jesú. Og þá má óska þetta til hamingju því að þá er valið þitt rétt og þú er réttum stað og meira, þú hefur látið vinnuna undanfarna daga og mánuði og vikur og ár, setja þig inn á þennan stað þar sem að réttar ákvarðanir eru teknar. Þannig að þú hefur verið að undirbyggja þennan dag með vinnu þinni í rétta átt í mörg ár á undan. Hún er enn að skila árangri. Hver dagur hefur boðið þér að velja Jesú. Að velja og þú valdir Jesús líka í dag. Það er sigur dagsins, því get ég lofað þér. Og við eigum að vera þeim megin sem að sigurinn er vís og hann er vís í Jesús. Hvað bærist í manni er alls konar. Mest vegna þess að maðurinn er að föllnu eðli. Og fallið eðli sé ég ekki annað en sé áfram á sama stað og það hefur alltaf verið. Trúin kemur, orðið kemur og veistu til hvers orðið er. Það er fyrst og fremst auðvitað til að fræða þig það sem Guð er, Jesú er. En það er líka til þess að takast á við þessa meinsemd sem að felst í föllnu holdi. Og ég held þú viti nokkuð það hvað verið er að tala um. Þú ert trúið manneskja. En þú ert oft gremjufull manneskja og ég líka, ég bara viðurkenni það nú, allt og oft. Af hverju? Að því að fallna holdið er þarna og ég er alltaf inn á milli að blása í það líf. Og það þarf ekki nema einn stuttan blástur og þá er það lifnað við. Og þá fer ég að glíma við allar þessar hugsanir. Og ég er líka búin að sjá það, og er nú svo sem ekki hrifinn af því, að þetta mun fylgja manni svo lengi sem maður lifir. Það er ég búin að sjá.
Og á hvaða stað setur þetta mann? Ég segi stað sannleikans, stað raunveruleikans og staðinn þar sem ég sé og viðurkenni að trúin er eina aflið sem ég á gegn þessu. Finnst mönnum þetta vera einföldun? Vitið það, kæru vinir, að ég hef ekki hugmynd hvað fólk sér og heyrir við svona orð. Ekki hugmynd. En fyrir mér blasir þetta við sem staðarind. Að holdið er fallið, en holdið er þarna. Og holdið í þessum skilningi er þetta sem við viljum ekki hafa. Það er þunglindið, það er gremjan, það er reiðin, biturðin, svekkjelsið, vonbrigðin, það er þetta allt. En það býr ekki í Jesús. Sjáum við ekki aðskilnaðin sem þarf að verða? Hjá hverju? Og nú benda allir fingur á þig? Nei, á mig sjálfan. Ég þarf að vera með þennan aðskilnað í mér. Og það er vinnan. Það er þessi daglega vinna. Því að þú þarft að eiga við þetta hold, fallna hold, á hverjum einasta degi. Fyrsta hjálplega verkið er, ég vel Jesús í dag. Þá allavega ertu búin að opna einhverja ljóstýru af þessum orðum inn í þitt hjarta. Og gremjuköstin, þau bíða eftir færi því að þau þekkja þeir nógu vel til þess að setja eitthvað á stað sem að hleypir þeim upp. En stundum tekst það ekki. Því þú hefur núna í þér afl, þessu afli meira. En þetta afl starfar algjörlega samkvæmt þínum vilja og ekkert öðru sig. Þetta er maðurinn. Svona lítur hann út að innan. Þar er þetta allt. Gleðin og vonbrigðin. Góðar áætlanir og föllin. Þetta er allt þar. Allt sem að ég hef með einhverjum hætti valið að fara sjálfur. Og hvar er ég í dag? Ja, ég er í ranni Guðs og ætla að vera þar áfram og veit að ég þarf að velja þetta á hverjum degi. Og ég þarf að gæta skrefum mínum á hverjum degi. Fallbrautin er framundan, ef hún kemur. Hún er ekki í dag, af því að hingað til hefur maður staðið sig. Stefnan er, segjum, 0 gráður. Er það ekki norður? Nei, ég man það ekki. Og stefnan er þessar 0 gráður. Ég er ekki með áttavita og er ekki með áttavitan í hausnum, þannig ég veit ekkert hvað áttað er, en það er allavega til 0 gráður á áttavita, svo mikið veit ég. Og hún er ennþá svo sem gildir. 0,1 gráða. Hvert leiðir hún mig? Eftir einhver ár, ef ég leiðrétti ekki þá stefnu, gæti ég vaknað upp, horft í kringum mig og sagt, hei, veitu, hvað skeiði? Þetta er ekki staðurinn né stefnan sem ég setti í upphafi. Og þessi stefna hefur leitt mig marga jafnvel kílómetra afleiðis. 0,1 gráða. Ósköp lítið á mælum. En með tímanum fjarlægist þú áfangastaðina í meira. Og svo fer að reikna út aftur. Og þú veist ekkert hvað þú ert. Staðurinn sem þú ætlaðir að fara á, hann er á kortinu í kannski 100 sjómílna fjarlægð frá þér. Þú sérð hann á kortinu og þú sér líka þína staðsetningu
að þarna er himinn og haf á milli. Af hverju? Þú auðir ekki að þér. Þú leiðir þessari -0 gráðu að koma inn og settir stefnuna þangað. Smátt og smátt þá fjarlægðustu áfangastæðin. Þetta vita allir sjómenn og allir sem reikna út stefnu. Að svona þetta. Þess vegna reiknaði reglulega út stefnuna. Þess að öruggt sé að þeir sé að fara þangað sem þeir ætla sér að fara. Ef þú ert í siglingum og tekur stefnun á Hamborg, þá sigluru ákveðin gráðu, einhverja ákveðina gráðutölu á kompóstnum og þú leiðir eftir stefnuna annað veifið því að þú þarft að fara þangað. Ef þú gerir ekkert, hvar endar það þá? Einhvers staðar í Hollandi eða guð má vita hvar. Það er ekki staður eins og þú varst að fara til. Skipið sem þú siglir er með vöru til Hamborgar. Og þú hefur ekkert að gera með hana í Amsterdam eða Rotterdam. Þar á hún ekki heima. Þess vegna erum við að velja það sem við vitum að er rétt, að við erum að velja Jesús að því við vitum að hann er sá sem hann er og við ætlum að fylgja honum. Er það ekki? Á hverjum degi vöknum við og ef við erum kristnir þá segjum við, Drottinn, velkomin inn í mitt líf, ég ætla að þjóna þér í dag. Þú ert svolítið að slá holdið utanundir með þessar yfirlýsingu. En ef þú gerir ekkert, þá verður viss að einhver angi að því skýtur upp hausnum. Hvað heitir þessi angi? Það býr ekkert gott í holdi voru. Það segir orðið sjálft. Hvað heitir angin sem skaut upp hausnum? Við töluðum á þann gremju. Það geti verið líka biturð. Það geti verið reiði. Það geti verið vonsk og ilska. Geti verið þetta allt. Þetta er nefnilega býr í okkur. Það er að segja í þessu fallnu eðli sem var slegið út af laginu þegar Drottinn kom með sinn heilaga anda. Það er það sem gerðist. Það var slegið út af laginu, en það var ekki fjarlægt. Þess vegna þarftu trú. Þess vegna þarf ég trú. Þess vegna þarf ég orð Guðs til að vinna bug á þessu villta, trillta og gjörspillta holdi sem er fallið og til einskis skags nema ógags. Ég er val og mitt val er með minni trú að koma böndum á þetta hold. Ég hef orðið, ég hef trúna, ég hef þig, ég hef ykkur, samfélagið. Með öllum þessum aðferðum nægi tökum á þessu trillta holdi. En fyrst og fremst gegnum orðið sem að ég sjálfur á í hjarta mínu. Og það er að upplýsa mig allt þetta. Og ég verð skárri manneskja en ég var. Svona vinnur trúarinnar verk. Það er þetta ljós sem að Drottinn er að sýna heiminum. Annað er hvað menn sjá. Þegar lygin valsar og hún fer mikinn. Og ég segi, fer mikinn þessa daga. Og það er slæmt. En lítið við því að gera. Nema þá að gefa okkur staðfestu sem eigum trú
og við segjum, við ætlum að halda þessu verki áfram. Því að við megum það, við getum það, við eigum það, vegna þess að trúin hrópar eftir þessu að fólk Guðs sé á þessum stað. Sá sem ekki vill vinna, hann á ekki mat að fá, segir orðið. Við vorum hér að tala vinnu að því að trúa á Jesús. Og við vinnum trúarverk og við fáum mat af trúnni. Það verður að tala þennan mat í þessu tilviki, í þessu samengi. Ekki fæðu sem að maturinn maginn fær og við skilum út líkamann í gegnum ákveðið op þar. Það ekki verið að tala það. Matur, þú ert að vinna fyrir matniðinum með því að leyfa drottni að uppljúka fyrir þér því sem hann vill uppljúka fyrir þér. Og það alltaf kringum orð Guðs, alltaf. Ekki bara einhvað, það alltaf kringum orð Guðs. Og þessu vil ég hamra og á þessu við ættir þú að vilja hamra ásamt mér. Því þetta verkið besta, þetta það sem við getum gert og þá helst ákveðin kyrrð yfir og verk fara í farsælli brautir en ella væri og það leiðir til góðs hvar sem allstaðar. Það ekki rétt. Þetta maturinn sem við erum að búa í gegnum orð Guðs. Það matur að gera verk Guðs. Andleg fæða sem við þurfum á að halda. Andlega fæðan, hún situr á þessu holdi sem ekkert gott í. Hvað eru margir leggir þar sem geta skotið upp hausnum? Þeir hafa allir sitt nafn. Og þeir eru allir þannig útbúnir að þú vilt engan af þeim. Okkur vilt engan af þeim að þú þekkir þá af illu einu. Þetta býr í mér, segðu þetta með mér, þetta býr í mér. Þetta holdið mitt sem féll. Ég fæddist með og réði engu Og við sem sjáum þetta svona, skiljum betur hvað orðið að vera hólpin merkir. Við erum hólpnir, við erum frelsaðir frá þessu. En við verðum þá að gera það í okkur sjálfum sem gerir að verkum að þið góða sem Kristur gaf virki og verki og sé með okkur. Viljum við það? Það bara fer eftir því á hvað þú ert að horfa. Ef þú ert ekki að horfa þanga, þá finnst þér nú ekki mikið til svona ræðu koma. En sértu kristin manneskja, þá veistu allt hvað er verið að tala og fagnar yfir því. Því að þú, eins og hver annar kristin maður, vilt vaksa þar. Trúin vex og hitt sjálfkrafa verður minna í þér. Trúin vex meira og hitt verður agnarsmátt. En það heldur áfram að vera þarna. Og það þarf ekki mikið til að fara að fóðra það aftur og þá sprettur það fram. Og alls konar gömul kaun koma fram í þér sem þú búin að vera burðast með alla þín ævi og hefur þekkt alla þín ævi. Mundu þetta. Alla þín ævi. Skoða þetta mál og tekka á því hvort að hér sé ekki verið að segja hreinan sannleika. Hvað ertu búin að vera trúum manneskja lengi? Ég er búin að vera trúum manneskja yfir 30 ár. Og ég get sagt þér það að allt sem maður hefur alltaf þurft að burðast með maður enn að glíma við.
Yfir sömu hefur maður fengið sigur, en það er þarna. En sigrað, með öðrum orðum, það er ekki lengur að valda þér ykkur ókýr, en það er þarna. Það virðist ekki fara. Þetta er holdið. Leiðin til að sigra holdið er orð Guðs. Er alltaf orð Guðs og bara orð Guðs. Þetta hefur mann lært á þessari löngu leiðsinni. Og þetta ber okkur sem eldri erum og höfum reynslu að segja frá. Við eigum að trúa því að kennsla okkar í trúnni á Jesú fyrir okkar munn, hún sé hjálpleg okkur sjálfum og öðrum sem heyra. Er hún það? Hlustaðu á ræðu og svaraðu spurninguna eftir predikun. Jú, hún var hjálpleg. Hver talaði? Það skiptir engu máli. En sá sem talaði var tendraður og nærður af heilugum anda af sinni trú. Trú sem ég á. Trú sem þú á. Gefin að sama anda. Þess vegna skiljum við hvort annað. Þess vegna meðtekur það sem er í þínu hjarta, það sem hér er sagt, og ég öfugt frá þér. Þannig virkar þetta. Þannig hjálpustu að. Það sem Kristur gerir er og verður alltaf persónulegt. Þannig hefur Kristur alltaf starfað og þannig mun hann áfram starfa. Og þetta er það sem við viljum. Þess vegna erum við tilbúin til að gera það sem þarf og vinna þau verk sem þarf, engum í trúnni. Þegar við viljum að hún skjótu upp öngum. En við vitum að hinu, það liggur flatt, vegna þess að við erum trúarinnar manneskjur. En það er þarna. Og gremjuboltinn, ég og þú og við, er alltaf að endurvekja eitthvað þar. Og það skýtur upp hausnum. Hér er ég. Og þú verður strax var við það. Í hugsunum einhverjum sem að þú þurft að glíma við alla þína ævi. Alltaf. Og ert enn að gera. Búin að vera trúari 30-40 ár. Þú ert enn að glíma við þetta sama. Ég segi, það fer ekki neitt. Akkur er þetta svona? Akkur er sund eins og það er? Ég veit það ekki. Bara veit að svona er það. Vegna þess að ég reyni það sjálfur. Og ég segi, það hefur aldrei farið neitt. En ég segi líka, yfir sumu hef ég sigur. Og í hverju birtist þessi sigur? Friði. Þegar þetta kemur. Þá finnur að þú hefur frið fyrir því. Það er sigurinn. En þú sér líka að það er ekkert farið. Akkur gerir Guð þetta svona? Spurðu hann. Ég veit það ekki. En svona er þetta. Ég sé ekki annað. Þess vegna á ég til orð. Þess vegna hef ég orðið. Það vinnur bug og öllu svona. Og ég sé að það er að gefa minn sigur yfir þessu. En ég sé líka að það er þarna. Eins og alltaf. Ég var að velta því fyrir mér ekki til löngu síðan og þú veist að þetta er sannleikur. Að sumt sem maður hefur þurft að glíma við af neikvæðu, við erum þar líka, hefur maður alltaf verið að glíma við, alveg frá því að maður mann eftir sér. Og það er hérna ennþá. Og hefur ekki farið neitt, þrátt fyrir yfir 30 ára trúargöngu, heilsteifta trúargöngu með Jesú Kristi. Þá er það þarna ennþá. Eins og ég var líka að segja, yfir sumu hefur maður fengið sigur og sigurinn birtist
að það veldur manni engum óróa þó að sé að skjóta upp hausnum. Það er meinlaust, ef við getum notað það orð. Samt sigur að því að það er meinlaust. Meinlaust, það gerir þér engan óskunda. Það óróar þig ekki neitt. Nógu margt óróar þig, vegna þess að þú er ekki enn fengið sigur yfir því. Og aftur komum við á orðinu, það er vinna að trúa á Jesú Krist. Og mér sýnist að trúin einkum og sérilagi sé til staðar til þess að við vinnum bug á þessu í okkur sjálfum. Já, sumt sem þú hefur verið að glíma við, hefur glímt við frá því þú manst eftir þér. Þetta er ekki merkilegt. Þetta er mjög merkilegt. Og svona er maður. Og þegar þú horfir þessum augum, sérðu mikilvægi þess verk sem að Kristur vann á krossinum. Eftir krossdauðan og upprisuna og stofnun kirkjunar færðu þennan kraft í þig sem að gera þér fært að vinna sigra á þessu í þér sjálfum og sjálfri. Gremjuna, biturðina, vonbrigðin, höfnin og allt. Þetta er allt þarna. En ef við sumum af þessu hefur hún fengið fullan sigur. Með öðrum orðum, þegar lætur á sig kræla, þá finnur að það er ekkert að gefa þér neitt, því að það breytir engu hjá þér. Þú ert bara áfram með á þínu stað, með fullan frið fyrir þessu. Sáttur. Að sættast vill trúin gefa hverri manneskju. Einnig val, ekki? Hvað veldur því að menn sættast ekki? Það býr í þér. Höfnun, vonbrigði, og hvað heitir þetta? Það býr í þér og það veistu. Þú veist líka að það er hægt að setjast á þetta. Trúin sest á þetta. Og trúin ein sest á þetta og ekkert annað. Þetta er hlutskipti hins kristna manns. Þannig að þú þarft ekkert að vera neitt undrandi á því þó þessi einstaklingur sé upptekinn af því að tala Jesús. Hann er þetta allt. Hann er fyrir mig. Ég er manneskja sem hann dó fyrir og meira. Gaf mér sigur yfir þessu öllu í mér sjálfum. En ég þarf að sækja þennan sigur. Og það er verkefnið sem að ég er í og er búin að vera í alveg frá því að ég frelsaðist og er enn í. Og veit af þessu. Ég segi, við sumt hefur maður glímt frá barnæsku, alla sína ævi. Og ég sé það, eins og ég var að segja á þann, að þetta virðist ekkert fara. Þetta er. En ég sé líka að við sumi hefum að frið og það er sigurinn sem að trúin er að gefa okkur. Þessi friður sem að kemur þráttir að hitt skjótu hausnum. Þannig að það dvelur stutt. Það lætur sig hverfa aftur. Því að það sér það hefur ekkert erindi. Og þá dettur það niður aftur á þann stað sem að trúin ýtir því á. Trúin er ætlað að ýta á sumt. Gera óvirt. En ég sé ekki annað en þetta sé allt saman til staðar. Ég sé ekki annað. Þannig að verkefnið er ærið. Og verkefnið er hér og nú. Okkur er ætlað þetta verkefni. Engum öðrum er gefið að leysa þetta fyrir okkur. Við töluðum það í upphafi. Að magiðin yndislegur er þér við hlið. Þú vaknar. Og hugsar með sjálfum þér, ég ætla að fylgja Jesú í dag. Og maginn vaknar, býður góðan dag.
en veit ekkert hvaða ákvörðun þú tókst. En vegna þess að maður ekki þekkir þig, þá býst hann við því að þú hefur tekið rétta ákvörðun eins og alla aðra daga. Munnurinn hins vegar staðfestir að svo sé. Orðin staðfesta það. Og viðkomandi veit hvaða val þú valdir. Orðin geta því verið hughreyrsting öðru fólki. Þau eru til þess að vera hughreyrsting öðru fólki. En að þegar við erum líka að föllnu eðli, þá eru sum orð okkar þaðan. Og þá eru þau engin hughreyrsting nokkrum manni. Og meira, þetta skellur allt á þig aftur. Og hvað meira? Þú ferð að finna til deburðar. Þú ferð að finna til gremju. Þú ferð að finna til óráfu og leiða af þínum eigin orðum til að byrja með. Þannig að þú ræður líka þar hvernig þetta virkar allt saman hjá þér. Þú talar úr blessun, ég valdi Jesú í dag. Og þau skella á þig líka. Og þau gera verkum að þú verður áfram hress manneskja. Glöð í lund og sinni. Af valiðinu, myndu það. Þetta er boðskapurinn sem gengur út og þetta er boðskapur kirkjunar frá upphafi. Boðskapurinn er þessi. Hress í anda. Meiri hressleiki. Það er það sem við viljum. Við viljum vera þetta. Búa yfir þessu. Vera undir þessu afli, þessu trúarlega afli. Sem sumir koma gegn, af hverju? Þeir vita ekkert hvað þeir eru að gera. Það er vandinn. Að þeir vita ekkert hverju þeir þjóna. Telja sig þjóna þessu afli, en er að þjóna einhverju öðru afli sem þeir vita ekkert um. Öndvertið kristinn mann, hann veit 100% hverju mann þjónar og hverju mann tilheyrir. Hann heitir Jesús. Og það er gott að lifa í þeim sannleika að vita hvar maður stendur. Þú getur vitað það. Ég veit það fyrir mína parta, en það nægir mér, ekki þér. En þú getur hins vegar valið sama, sem er allt annað mál. Þú voru þá að velja það. Þú voru þá að vilja það. Og þú verður þá að vilja dvelja undir þessu. Og það er einmitt það sem við erum að boða hér, að þú viljir dvelja undir þessu afli og þetta afl heitir Jesús. Þannig er það. Þannig það er gott að þjóna Jesú. Það er yndislegt að þjóna Jesú. Og það ætti hver maður að vilja gera vegna þess hversu yndislegt það er. Ég er búin að lifa við þetta í, síðan 89 sem ég oft sagt og ég er ekkert að veiklast neitt í þessu. Þannig ég veit alveg hvað ég er að tala. Ég var einu sinni vantrúaður eins og þú. En nú er ég trúuð manneskja og ég boða Guð, ég boða Jesú. Ég tala hold sem fallið. Ég tala eðli mannsins sem er fallið. Þetta er það sem ég hef reynt sjálfur og veit að er. En ég veit líka hitt aflið sem er þetta lífgefandi afl vegna þess að Jesús kom með það. Hann veit hvað það er, hvar það er og hvað það er. Og það er munur á. En er ekki komin einhver tími á þetta og við kveðjum, höldum þessu góða verki Drottins áfram og verðum með nýja þátt eftir viku tíma.